Nemendur yngsta stigs ætla nú að flytja okkur stuttan bút úr Kardemómubænum sem þó hefur verið færður í stílinn. Kardemómubærinn á sér vísan stað í hjörtum íslenskra barna á öllum aldri. Soffía frænka, ræningjarnir og aðrir íbúar þorpsins sem og ljón bæjarins munu birtast ykkur hér á eftir. Boðskapur verksins mikilvægi umburðarlyndis og heiðarleika á alltaf við og vísast geta ræningjarnir þrír, Soffía frænka og allir aðrir íbúar þorpsins kennt okkur öllum eitthvað sitthvað gagnlegt í mannlegum samskiptum. Góða skemmtun! Þetta þorp lítur langt í burtu því vita fáir á því. Þetta nokkuð undarlegt þorp og margt gerist hér sem ekki gerist annars staðar. Það ganga til dæmis sjónflugs stundum koma að dansa hér götuna. Já, og sólin skín hér næstum alltaf. Fólkið er ánægt og skeytir ekki önnur vandamál en sín eigin smávægilegu vandamál sem er á döfinni hér í þessu litla þorpi. Það eina sem truflar nætur á íbúana eru að ræningjarnir þeir Kasper, Jesper og Jónatan. Þeir búa hér í gamlu háarhúsi og sem allt er á rúi á stúi og þeir rífast og nefndar á endalausu stöðum. Yeah.
Ég veit, við gætum kannski bara slæmt henni. Ég held ég veit eina. Segðu það. Ljótur. Því hef ég heyrt að við ræna Soffíu frænku. Því hef ég heyrt hann sér svo afskaplega duglega að búa til mat og halda öllu í röð og reglu. Það ágætis hugmynd. En hún alltaf svo reið. Reið við ræningina þegar hún varla hræddi við eina hversnið. Það nú annað sem þetta í hug. Hvernig eigum við að ræna þetta? Það engin vant, við rænum henni strax í nótt. Við læðumst inn í þorpið og inn í húsið hennar og rænum henni meðan hún sefur. Þá það ákveðið. Hver býr þessum rusl að koma? Kæra út og Soffía, við búum hér. Einmitt eru það þið. Ég hefði mátt vita það. Gangið fram og heilsið kurteislega. Ég bara heilsa eins og mér sýnist. Alltaf svara koma á þennan hátt. Ég svara hvað sem þið vilja. Komdu hér, Jónatan, og leyfðu mér að sjá að þér eyrun. Það eru mín eigin eyrun. Ég sé það. Ósveit, það eru mörgar sem þau eru vegið fyrir eyrun. Jónatan þvessir eyrun þegar hún sýnist. Soffía sofnuð og rænum henni aftur og skilum henni heim. Það ágætis hugmynd. Jónatan, þú ert sannarlega sniðugur. Yeah.
stilaði þeim léttalega jafnvel sofandi umsvöld. Komum hér þarna og beita það saman. Ekki skilja til hvers á að gera það. Til þess að stúki ekki í leiði fangilsi. En ef við lofum því statt og stöðugt að ræna aldrei fram. Hvernig eigum við að trúa því? Kæru sveitarstjórnarmenn, við erum orðnir og þreyttir og rúnir og viljum svo gjarnan fá að byrja því hinir okkur. Heiðarleg flög og þrifir. Hvað segir því, kæru þorpara? Eigum við að treysta þeim og gefa þeim frelsi? Já, kæru vinir, ég skal taka ábyrgð á þeim og veita þeirra bestu skinin við beinið. Ef Soffía frænka segir að við getum treyst þeim, þá legg ég til að við gerum það. Það ekki til heiðarlegu manneskja í þessu þorpi en hún. Húrra! 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 Húrra fyrir Soffíu frænku og okkur öllum hinum sem ætlum að lifa í sátt og samlyndi og treysta samböndum okkar. Húrra! 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 Læðumst hægt og hljótt á tám í hvert sinn við rænum. Í hvern persónu nú skal ná, því nóg starf í bænum. Og hafa skal fæði fínt, og finna allt sem nú tínt. Já, allir að læra að meta það, mann alltaf Kasper og Jesper og Jónatan.
og ljónið skal hún leika við, því ljónið má ei saka. Og hún skal steikja kindakjöt og kökur fínar baka. Og busta okkar skástu skó og skaffi eldin brenni nóg. Já, við munum læra að meta það mann, allir Kasper og Jesper og Jónatan. Já, það ætlum við nefnilega. Hvar hrúan mín, hvar heppan mín, hvar falska gamla fjöragata flautan mín? Hvar úrið mitt, hvar hett og hitt, hvar bláa skyrtan trefið inn á beltið mitt? Ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu þvottaskál, Sérðu þráð og nál, sérðu hnífinn, sérðu diskinn og með drykkjarmál. sérðu pottana, Og sjakka spottana, sérðu hefti sem ég las hottinn pottana. ég viss að það var hér allt í gær. Sérðu töskuna, Sérðu flöskuna, sérðu eldin, sérðu reykinn, sérðu öskuna. hvar peysan blá? Hvar bingjan smá, hvar flísin sem ég stakk í mína skó?